Hulda Björg Hannesdóttir. Hulda, Völsungur í bikarnum á morgun. Hvernig leggst það verkefni úr? Bara rosalega spennandi. Við spilum ekki mótið um einhverjum degi, þannig að þekkjum þær ekki mikið en höfum spilað einu svona mótið núna í vetur og það voru bara gríðarlega sterkar, þannig að bara krefandi og skemmtilegur leikur vonandi. Þótt svo að það sé mikil munur á Þór Káa sem að spila í efstu deildi eða Völsungi sem að í annarri deild, þá hafa nú oft óvæntir hlutir gerst í bikarkeppni, þannig að það eins gott fyrir kannski ykkur að vera vel á tánum á morgun. Já, algjörlega, það getur allt gerst í þessum bikarleikum og svo líka, það eru með margar ungar stelpur sem eru hungraðar. Þannig að Það er náttúrulega með reynslubolta sem að hafa líka komið við sögu hérna í Þór Káa, bara til dæmis eins og Örnu Benny. Já, algjörlega. Þannig að það eru til stelpur sem vita hvaða verkefni það eru sem að fást á morgun. Já, nokkulega, það er En hvernig leik býst þú við? bara mjög krefjandi leik. Það geta alveg spila fótbolta stelpur og við sáum það alveg í vetur. Já, bara mjög krefjandi leik. Þannig að þetta, þó að sumir kannski reikni með þetta að veri leikur kattar sem músínu, þá má ekki koma þannig stendur til leiks. Nei, alls ekki. Það er bannað að Vera með þá stemmingu. Já, algjörlega. Við líka á fullt af fólki á völlin. Jú, algjörlega. Það er ekki langt hingað frá Húsavík, þannig að þetta vonandi verður mikil stemming hérna í stúkunni. Ég var að tala við Donna áðan, það er nú gaman að ég kemur 2-3 rútur frá Húsavík og nágrenni og myndum við hérna alveg norðanlega stemmingu hérna á Þórsvelli. Já, nokkulega. Það þýðir bara ekkert annað að gera það. Það er ekki oft sem svona leiki að vera hér. Þetta verður alveg bolti. Já, við lofum alveg leik. Áfram Þór Káa. Áfram Þór Káa.